Komið sælir krakkar og velkomin í ykkar fyrsta skáktíma. Í þessum tíma ætlum við að skoða hvað taflmennirnir heita. Hver taflmaður ber ákveðið nafn. Það er mikilvægt að vita hver taflmaður heitir. Þessi hérna taflmaður sem er á borðinu núna, hann heitir Kóngur. Hann er sá maður sem maður þarf að máta til þess að vinna skákinn. En hvernig maður mátar eitthvað sem við lærum seinna. Setjum næst inn á borðið drottningu. Drottningin, hún er með svona kórónu á hausnum og það má alltaf þekkja hann af þessari kórónu. Alveg sama hvað taflsett það er, og er drottningin með kórónu. Skoðum næst þennan Hjernamann. Þessi er svolítið svona eins og turn, en hann heitir Rókur. Þá er þessi Hjernamann sem er með svona pínu punkt, eða pínu kúlu ofan á efst á sér. Hann heitir Biskup. Þá er þessi hérna sem mjög margir kalla hest. En það má ekki, af því að lítur bara út eins og hestur. Hann er svona eins og með eyru eins og hestur og höfuð eins og hestur. En heitir riddari. Þá erum við búin að skoða þessa 5 taflmenn. En eigum eftir að skoða eitt merkilegasta taflmanninn. Já, það er peðið. Peðin eru 8 í byrjun. Það er engi taflmenn jafn margir og peðið í byrjun tafls. Skoðum aftur hvað hver heitir. Það er Kóngur, drottning, Rókur, biskup, riddari og peð. Einu sinni enn, Kóngurinn er hér, drottning, Rókur, biskup, riddari og peð. Í næsta tíma ætlum við að skoða mannganginn. Manngangurinn er orð yfir það hvernig taflmennirnir labba. Hvernig maður á að leika þeim á borðinu. Það getur svolítið verið flókið að læra hann og tekur smá tíma. En ef maður æfir sig vel og einbeitir sér þegar maður er í skáktíma, þá ætti maður að geta lært það í nokkrum tímum. Takk fyrir tímann í dag.